Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Klukkan 8. Nú er þess að fréttir hjá mér María Lilja og Björn Þorláks. Við byrjum á frétt dagsins hérna á Íslandi. Það lögreglustjóri lætur af embætti, segir Morgunblaðið sem við erum með þetta. Það er ýmislegt konar orðalag á þessu. Lætur af embætti, segir af sér. Ekki stígu til hliðar held ég ekki sé það. Og biðst ekki lausnar sem eru ákveðin rök hjá dómsmálaráðherra það hvernig þessu máli lyktaði. Akkurat. Hvert rétt, hvað gerðist í raun? Hún flutt, hún segir af sér sem ríkislögreglustjóri, það rétt og hún biður fluttning og hún fær hann. Og svona fyrst þegar maður... Hún segir af sér. Já, og fyrst þegar maður heyrði á þessu máli í morgun þá hugsaði maður bara þetta nú töluvert bragabót miðað við það sem við höfum oft þurft að sæta hér á þessu skeri og ekki síst vakti athygli hvað það tók stuttan tíma, þetta náttúrulega sigur blaðamennskunnar og sigur körleika okkar á Ríkisútvarpinu. Og hvað er það langur tími? Hálfur mánuður. Hálfur mánuður, það bara gott. Ef við förum aðeins yfir þá sögu þá sem sagt fyrirsögn RÚV 1000 tjalasmiður ríkislögreglustjóra fengið á annað 100 milljónir síðustu 5 ár og þegar fólk fór að sjá í hvað peningarnir fóru það náttúrulega kom í ljós að þetta var algjör vitleysa, algjört bröðul. Mikið af þessu allavega. Já, brota á reglum útboð og alls konar hneisa. Ekkert traust, fljótlega fór að heyrast að óráðsíu og stjórnleysi. Já, og bröðul og sko spurningunum fræntigli hefur ekki ennþá almennilega verið svarað. Hvort þetta var að fara í vasa sem sagt mannesku sem hún átti í einhverjum vinaböndum við. Nú, það líða bara nokkrir klukkutímar og þá er strax komin yfirlýsing frá ríkislögreglustjóra þar sem að þetta er eiginlega svona bara allt saman útskýrt. 4 dögum seinna. Hún kom í settið á Ríkisútvarpinu meðal annars í viðtali sem var nú frekar deikt viðtal. Já, ég hef aldrei séð jafn deikt viðtal held ég með hvað máli var alvarlegt og þar hamrar hún á því ríkislögreglustjóri að hún hafi ekki gert neitt rangt. Íhugar ekki stöðu sína fyrirsögn 31. október 4 dögum síðar. Það ekki fyrr en að Þorbjörg Sigríður lýsir því yfir eftir fyrsta fundi hún átti 3 með henni að í hennar augum sé þetta svo alvarlegt mál að það verði bara, hún gefur til kynna að það verði mjög stór viðbrögð. Það ekki fyrr en þá sem að Sigríður Björk breytir taktík. Við drógum þá ályktanir að því hvaða orðalag hún notaði, alvarleg staða lögreglustjóra, að það eiginlega þýddi það að það gæti ekki enda nema einn veg. Einmitt, og það gekk eftir. Og þetta var svolítið snöfurmannlegt viðbragð og sýndi manni það að það mjög mikilvægt að skipta stjórnvöld reglulega, svona að lofti stjórnkerfið, það séu þarna einhverjir ráðherrar sem ekki bestu vinir aðal í embættismannakerfinu. Það nú komið 8, ég segi það svona, dómsmálaráðherra síðan að hún var ráðin. Ég man ekki hverju hana, en það búið að skipta svo oft dómsmálaráðherra. Já, en þeir hafa svona flestir allir úr sama flokknum. Já, allir úr sama flokknum. Og hún tengd þeim flokki. Já, og sko sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf lagt rosalega mikið upp úr því að hafa dómsmálaráðherra. Við skulum ekki gleyma því, vegna þess að það getur skipt máli á lokapunkti. En allavega, hún íhugaði ekki stöðu sína, það ekki fyrr en að það búið að sýna fram á að þetta sé gjörsamlega óverjandi framkoma sem að hún byrjar að skipta taktík og þetta skiptir máli vegna þess að nú vitum við það. Já, ég ætla aðeins að bíða með það. En það sem alltaf að segja næst. En sem sagt, það skiptir máli hver hennar viðbragðasaga og það með spillingu og það með fræntigli og það með svona bröðul og óráðsíu og einkavinnavæðingu innan kerfa að það skiptir óbúslega miklu máli hvaða viðbrögð verða við málunum sem uppkoma. Betur það akkur séu það ef hún hefði bröðist við og sagt upsi, ég hef gert alvarleg mistök fyrst hefði hún það ekki þurft að segja sér. Þá hefði hún allavega sýnt okkur einhvern tímann að hún hefði lent í einhverju steypibaði, hún hefði séð villur hennar vegar. Sagt upp samningnum við þetta fyrirtæki í staðinn fyrir að ráða. Í staðinn fyrir að ráða hana. Þetta skiptir allt mjög miklu máli. Þetta hefur ekki mikið komið fram í dag. Það þessi saga. Heyrðu, og svo sér Þorbjörg Sigríður sér leik á borði sem svokallað kælingarafbrigði. Þetta eins og skák. Já, með því að hún sjálf kýsa að flytjast til í starfi þá beitt inn svokallaða kælingarafbrigði í spillingar heiminum
Ég þurfti nú að fletta upp kælingarafbrigðinni hérna í bók sem að fjallar spillingu. Frægri bók. Já, frægri bók. Og þessu kælingarafbrigði hefur til dæmis verið beitt þegar Kristján Þór Júlíusson í Namibíumálinu skeyt upp á bak með ummælum sínum vin sinn Þorstein Máa hjá Samherja og misti allt vogarafl og var bara hafður í fristinum fram að lokum kjörtímabilsins. Illugi Gunnarsson annar svona fjármál. Þannig eru menn geymdir í kælinum eða það hugtak nota mánuðum saman. Einmitt. En það sem vont við þessa kælingu, mér fannst Þorbjörg Sigríður fara mjög vel af stað í þessu öllu og við getum þakkað henni það að þetta mál leyst á 2 vikum. Mér varst allt fram að þeim upplýsingum sem kom í dag að Sigríður Björk haldi öllum laununum sínum við það að færa sig til sem sérfræðingur, það ekkert annað en stórhneyksli. Ég held að það slá almenning þannig að það eitthvað sem að fer mjög illa með fé, 140 milljónir, virðist vera með einhverju vináttu tengsl þarna, ekkert eftirlit með því, ránd í ráðgjafi á bara hæðsta taksta lögmanna, skottast í búðir, algjört glóruleysi. Það slegið að puttan á henni, en hún fær 4 ára starf í dómsmálaráðuneytinu. Þetta hennar eigin tillaga að ég sé það núna, ég hvorki með stuðning innan lögreglunni nokkurn í samfélaginu og ég þarf að fara, þá henni búin að breyta taktík, breyta það hvernig hún talar út og eitthvað svona. Þannig ef ég var að vinna í sjoppu og ég væri búin að éta öll lindubuffinn og lakrísinn og eitthvað fleira, ég bara fluttur yfir á skrifstofu fósturins. Þú geymdir hann á klósti. Og það nákvæmlega þetta sem að mér finnst að við þurfum að ræða. Venjulegt fólk á götunni, þegar það verður uppvíst að einhverjum svona, það mjög líklegt að þetta séu brot ef þetta færi til dómstóla, þetta með útboðsskyldu. Ég eftir viss það. Já, mjög líklegt segja mér fróðir menn. Það eitt sem við erum að gleyma hérna í þessu 31. október. Fyrir ekki bara rétt að klára, á meðan yfir stéttin á Íslandi, embættismannakerfið varið af pólitíkusum sem sumpart fóru vel á staðið hérna í þessu máli, en hún klárar þetta ekki alveg á dómsmálaráðherra, á meðan þeirra heimur allt annar en heimur allra sem eru fyrir neðan þetta lag, þá gengur það ekki í góðu samfélagi. Ráðherrann hafi freistast til þess að enda þetta þannig að lögreglustjórinn væri svona sáttur við þetta en brýtur þar með kannski gegn svona réttlætiskröfu almennings að sá sem að brýtur svona stórlega af sér, hann verður að bera einhver afleiðingar annað en bara kusk á hvítflupan eins og sagt. Augljóslega, þetta ekki 200 milljónir til viðbótar og hérna sem að almenningur þarf að greiða henni í laun fyrir þetta að vera einhver sérfræðingur og hvaða vogarafl hefur hún sem sérfræðingur eftir þessa fortíð, hvernig mun henni ganga að koma sínum málum áfram og svo framvegis. Mun einhver hafa eftirlit með því hvort hún mæti vinnuna? Já, ráðherra líklega. Hún ætlar að nota hana í sitt lið til þess að knýja fram svona réttarbætur fyrir þolendur kynferðislegt ofbeldis. Af því það hljómar svo vel að segja okkur það þennan dag. Já, maður getur ekki alveg efast allt, sko. Ég meina, þetta hún segir að það sé í stjórnarsáttmálanum. Já. Mér var skrítið að vera að taka ríkislögreglustjóra sem einhvern svona sérstakan afreksmann á þessu sviði. Hún á eitthvað slíkt í sögunni en það ekki alveg. Við erum alltaf að fjalla hérna hvað lögreglan stendur svo illa í þessum málum. Já. Eins og ég segja, mörguleiti frábær viðbrögð, snörmannleg, sína fram á mikilvægi þess að skipta súrefni, skipta stjórnvöld, skipta flokka, lofta þetta. Þú veist svo því að hún hefði ekki verið látið fara ef að gamla ríkisstjórnin hefði Aldrei. Og það hefði tekið óratíma og það hefði einmitt bara verið, en þetta nokkuð annað en starfslokasamningur? Bara dulbúin í eitthvað sérfræðistarf þarna inn í einhverju ráðuneyti í 4 ár. Líklega eins og ráðherrann kynni þetta, þá hún fekk skipun og þar með á hún eiginlega rétt til þess að sitja og þetta sé ekki nógu góðar miklar ávirðingar til þess að sé þetta bara hrekja nóg starfi. Þess vegna mun hún annarkvort og ekki í samningu þannig hún bara heima þessar eða ég tek hann í ráðuneytið og læta hann að vinna. Ef þetta hefði verið smámál þá hefði maður skilið það en samkvæmt öllum gögnum sem hafa verið lögð fram þá var hún í svo veikri stöðu að ég kaupi það ekki að ríkissjóði hafi borið að greiða henni full laun sem hún hefur sem ríkislögreglustjóri. Hvað heldur þú að þetta svið hafi verið stór hluti af allri lagkökunni sem hún fær greitt fyrir að vera æðsti embættismaður lögreglumála á Íslandi? Sko, Guðlaugur Þór benti á þetta í þinginu. Þetta væri ekki afsögn. Þetta væri ekki afsögn.
Hann biðst ekki lausnar. Nei, en hann segir þetta að þú veist, hann segir þetta sé afsögn. Hann segir að vegna þess að þetta er afsögn, þá er það bara ekki til sá lagabókstafur neinstaðar í íslensku lögum sem fullyrðir það að hún eigi þennan rétt á sínum launum. Sigríður Björk segir, og Þorbjörg Sigríður segir, og hún svarar honum að þetta hafi ekki verið svo einfalt. Nei, en hún kemur til ráðherra og segir, ef að ég segja að mér, fæ ég þá laun út? Akkurat. Nei, ekki heima hjá þér. En ef að þú felur mig bara einhver önnur störf, fæ ég þá? Þannig þau semja þetta þetta. Það er ekki þannig að allt í henni kemur löggustjórinn og segir af sér og ráðherra alveg hissa. Það gerist ekki þannig. Og eftir hálft hugrekki þá heykist Þorbjörg Sigríður á því að stugga við embættismannakerfinu, að stugga við þessari samtryggingu. Hún fer hálfa leið, hún fór mjög vel af stað, en hún kláraði ekki jobbið. Hvað veit þér? Já, ég veit ekki, ég er smáguðulegur í það, en kannski líka kannski er þetta bara rétt sem Þorbjörg segir. Ég meina, ef þetta fór svona fram, þá verður Þorbjörg Sigríður að fara eftir lögum og lögin bara þessi, en við getum svo krafist þess að þeim sé breytt. Það eru áverðingarna svo miklar að hefur verið eftir að reyka Já, staðinnar var orðin svo veik. Það er eitt sem við glemtum í yfirferðinni, en það er sko að það í lok október þá birtist á Ríkisendurskoðunar þá birtast svona ámælingar sko ekki bara þetta eina tiltekna mál, heldur var farið í rannsókn á fjárútlátum embættisins. Ráðherra var að ræða þetta. Já. Það hefði verið viðvarandi hallarekstur og svona talaði bara almenn áráðsíðu fyrir utan þetta mál. Akkurat, og það voru þannig 5 starfsmönnum sagt upp sem að kannski einhver myndi segja svona skjóta skökku við þegar Viðreisn ætlaði að fjölga lögreglumönnum sem þó hún sagði frá í Kastljósinu áðan að þau hefðu sannlega gert, en starfsfólk innan ríkislögreglustjóra þau hefðu verið látið fara. Það verður ekki ráðherrann að reka einhvern í ráðuneytinu? Hún getur ekki bara bætt þessu stöðugildi við? Ég velti fyrir mér sko í það sem við þurfum að fá að sjá núna bara samfélagið til þess að róa taugarnar, það er bara við þurfum að fá að sjá bara svona starfslýsingu á hvað er Sigríður Björk að fara að gera. Það er líka spurning hvort það eigi að vera hjá svona háttsettum embættismönnum ákvæði að embættismaður gerir eitthvað sem að kasta rýrð á embættið eða þá stofnun sem að vinna fyrir, að það er brottrekstursök. Það setur svona síðferðislegur klásúla, til dæmis að segjum að þetta er ekki ólöglegt í sjálfum sér að vera rati í fjármálum eða eitthvað svona, en það að við þolum það illa sem samfélag að þetta séu reglurnar sem gilda hjá lögreglunni, að þá verður bara að víkja. Já. En ég held að vanti þetta ákvæði í þessu samninga. Já, og mér finnst líka gild spurning hvort hún færi eigin trúverðuleika brest yfir í dómsmálaráðuneytið. Vegna þess að í þessu öllu samhengi þá verðum við líka, eins og ég nefndi að horfa til viðbragðinnar, að horfa hvenar hún er uppi vegg og hvenar hún er að bjarga sjálfri sér og hvenar hún er að segja þjóðinni sem er búin að borga henni laun í 30 ár að henni finnist leiðilegt að hún hafi gert eitthvað af sér og svo framvegis. Mér finnst þetta bara ekki nógu gott. Þetta var víða meðal annars skoðanagrein, María, sem að þú dýrkeypt vinavæðing á vakt lögreglustjóra. Einmitt, þannig segir Ólafur Hauksson frá því að hann hafi fyrstu almannatenglum á Íslandi. Jú, hann rekur þarna hvernig Sigríður Björk fer að því að innleiða búkmyndavélar og þetta er svona kannski svona talar ágætlega inn í þessar óðarhóðsíu, þessa eyðslusemi tiltekinnar konu og frændhygli, það sem að hún í staðin fyrir að kaupa þá þann viðurkennda búnað sem var bestur, þá færði hún einhvers konar rök fyrir því að kaupa búnað af lögregluþjónum sem hafði þá nýverið látið að störfum, og ef með mig sem minn ekki þá hafi það verið vegna löggemálsins. En þessir
milda brottfar þeirra með því að kaupa búa til business af þeim. Já, en búnaður þessi er svo orðin úreltur vegna þess að þegar hún fer að rafvopnvæða lögregluna, þá þarf það að gerast með ákveðnum búkmyndavélum af því að það þarf að vera eitthvað svona samtenging þarna á milli og téðar búkmyndavélar, það er þess sem hún keypti, þær tala ekki við rafvopnið. Þannig að það þurfti hvort sem er að kaupa rafvélarnar, myndavélarnar sem að hún sagði nei við fyrst. Þannig að það þurfti í rauninni, það var tvöföld fjárútlát. Bjóða þér að velja hvort þú vilji fá myndaðir eða hvort ég skjóti þig. Akkurat. Þetta hleypur á mörg 100 milljónum króna. Vísir var með úttekt á ferlinum sem að kannski svipað við vera að velta fyrir okkur. Já, þetta er alveg ótrúlega upprifjun. Það er mikil átök alltaf verið inn í löggunni. Já, og ofboðslega mikil átök alltaf í kringu þessu konu. Og konur yfirleitt, maður sé ekki, maður verður að hafa það í bakveirað. Ég veit ekki. Konur sem hafa verið yfirmennarna, það hafa verið svona tilneying hjá ráðherrum að sitja fleiri konur í yfirmannstöður og því hefur ekki verið vel tekið. Nei, og það má vel vera að einhverjum finnist verra þegar að konur hægir sér eins og kallar inn að borsa eða komi síður upp. Eða sem tekna fram fyrir röðin. Þetta er erfiður vinnustæður, svona. En það breytir því ekki að þessi ferill þessara konu, hann er alveg, hann er brotsjór og lekamálið er nú til dæmis bara eitt af stærri málum sem hafa komið upp á hennar ferli. Það eru ásakanir gegn þolendum Ólafs biskups. Sem tengist ekki hennar starfi beint? Nei, það tengist hennar fjölskyldu og annað sem tengist hennar fjölskyldu. Pappinnar er vopnasali. Tengist dómgreindarskorti þegar hann mætir í löggubúninum. Þegar hún mætir í löggubúninum og varða mannlífi eða heimsmyndi eða hvað það er í biskupsmálunni. Það er dómgreindarskorti. Ég er á ykkur að það verður uppgjörðum þetta mál fram eftir viku. Já, þetta er ekki lokuð bók. Nei, bara svo ég endurtaki mig hérna, þá vil ég gjarnan fá að sjá hvaða verkefni hennar verður falin þarna innan ráðuneytisins. Ég vil fá að sjá starfslýsingur. Það sem er eiginlega fyndnast er að sjálfstæðismenn ætla að slá sér upp á þessu mál og hjóla í dómsmálaráðherrann og við veitum það öll að þeir hefðu aldrei snert á þessu. Þetta er þeirra kona, það er bara þannig og það voru sjálfstæðismenn sem kominu þarna fyrir. Meðal annars til þess að því að rætt var á þeim tíma að lempa niður vond mál sem að snýra sjálfstæðismönnum. Næsta frétt það er vaxtamálin. Það er Íslandsbanki festi niður sögulega háa vexti eftir dóm. Kemur þarna fram og það hefur bankarnir verið að koma fram með svona ýmsar útgáfur af þessu. Þannig að hugmyndin að Seðlabanki myndi einhvern veginn leggja línurnar og það yrði einhvern veginn öllum ljóst hvernig vextir eru. Það nú kom allir fram og þið verði bara að finna út þessu sjálf, einhvern veginn segja allir sérfræðingarnir. Þannig að almenningur þetta er ekki skýrt fyrir almenningi. Nei, þetta er eitthvað mismunandi útfærslur á meðal bankanna þriggja en þetta eru gattakeðjur og í öllum tilfellum sem eru reyrðar hálsinn á þér eða ætlar að taka lán. Það er svona það sem að maður sér út úr þessu. Já, bankarnir ekki að taka áhættu sjálfur. Nei. Þeir ætla að halda sínum 100 milljarða hagnaði á ári. Já, það er bara sama geðveiki nú hefur verið. Og telja að það sé eiginlega nauðsynlegt. Þeir skuldi hlutvónum það. Að sækja 100 milljarða til fólks og fyrirtækja og færa megnið að því til eiganda sinna. Það var skritikerfi. Breki Karlsson, hann var á RÚV, segir að vextir stappi nær í sturlun. Hann var að beina svolítið spjóta á honum. Ég heyrði hann spurði hann að því held í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins til hvers var af stað farið ef við endum með því að hafa bara hærri vexti. Og hann varði það að segja að þetta væri eitt út ákveðni óvissu og það væri bara þarft mál. Vextinni væri síðan annað mál. Við áttum kannski vonað einhverju sómakend. Frá bönkunum. Já, þú veist, ég menna þeir fengu bókin, þeir voru að nota geðþótta ákvarðanir til þess að píska okkur áfram, Er ekki fullreynt með að svona fyrirtæki sína ekki það sem kallaði samfélagslega ábyrgð? Það er Kannist þið við eitthvað dæmi þess? Nei, og mann finnst að sárast þegar bankin er að fullu, eins og Landsbankin er að fullu leyti í eigu ríkisins. Það er bara... Það var alltaf talað eftir hrun og svo bættist náttúrulega var tækifæri ennþá betra þegar Íslandsbanki datt í hendurnar á ríkinu. Að þannig væri tækifæri til þess að stokka upp bankakerfið þannig að það myndi þjóna almenningi.
En öll stjórnvöld frá hruni tóku ákvörðun að gera svo ekki. Það var vinstri stjórnin eftir hrun, ríkisstjórn Sigmundar, ríkisstjórn Bjarna, ríkisstjórn Katrínar og ríkisstjórn Kristrúnar. Allar þessar ríkisstjórnar tekið ákvörðunum að ekki að hreyfa við bankakjöruna. Já. Það bara mig. Og það var ekki að hreyfa við kjörum embættismanna, jafnvel þóttir séu búin að missa allan trúveruleika eins og vorum að ræða á hann. Herðu, Breki setti graf á Facebookina sína, hann gerir þetta reglulega. Þetta er svona samanburður á húsnæðislánum á Íslandi. Þannig eru Arion banki, Íslandsbanki og Landsbanki talið frá vinstri. Og svo koma bankar í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Og þetta er náttúrulega ekki alveg hægt að líka þessu saman. Nei. Þið sjáuð að Noregur er hæstur hinna Norðurlandana. Þar er verðbólgan eiginlega svo sama á Íslandi. Ég held að sé 3,8% eða eitthvað. Já. 3,3 kannski. Mér minnir að ég hef reiknað það út að ég sem er með svolítið hátt húsnæðislán, þetta muni 800 til 900.000 krónum hverju einasta ári. Íslands álagið. Já, Íslands álagið. Ég dundaði með þetta fyrir nokkrum árum að búa til svona álag með því að bera saman kjöra á til þess að bankalánum og laun og skatta og allt sem hægt var að finna í Íslandi og í Noregi og þá er álagið það er alveg gríðalegt álag sem er lagt á almenning en eins og álagið sem er lagt á fyrirtæki og fjármagnseigendur miklu minna hér heldur en annars þar á Norðurlöndum. Það munar ekki alls staðar miklu en töluvert miklu. Herðu, þessu svona aðeins tengt það er heimildir bendir á eitt sem er svona athyglisvert. Það er engin áætlun gerð tap ríkissjóðs vegna séreignarsparnaðarleiðarinnar. Það var hún fjalli úr gildi og undanfarin 10 ár hefur þetta kostað ríkissjóðum 70 milljarða. Og þegar ríkisstjórnin kemur fram með þessa tillögu að færa og það vita allir að þetta er fyrst og fremst stuðningur við svona eina betursettu í samfélaginu, að þá er engin tillaga að hvað ætlar að gera í staðinn. En þegar það átti til dæmis að hækka eftirlaun sem að höfðu legið niðri alveg frá hruni, að þá var ríkisstjórnin að koma fram með hvað ætlaði að finna peningin. Og þau fundu peningin með því að skerða atvinnuleysisbætur og skerða lífeyrisréttindi einkum þeirra sem að fá lífeyri greiddan út úr lífeyrissjóðum erfiðisvinnu fólks. Þau fundu það. En þarna koma þeir með svona líklega sem er 70 milljarða við því og þeir þurfa ekki að benda á hvað það er. Og þannig hefur það náttúrulega oft verið þegar stuðningurinn fer til hinna betursettu, til þess að eignarskattar voru aflagður í Íslandi, það var aldrei sagt hvað þetta kom í staðinn. Enda með því að skattur og almenning hækkaði bara. Herðu, en að því vorum að tala um þetta, að þá er úr daginn Næringslíf sem er svona viðskiptablaðið þeirra í Noregi og þar er 4% stýrivexti Seðlabankans í 3,3% verðbólgu. Að verðbólgan þarna er svona 5% minni, 0,5% minni, en stýrivextirnir eru sko 3% lægri. Þannig að raunvextirnir eru miklu hærri á Íslandi. En Störe sem er leiðtogi Verkamannaflokksins, Sósíaldemókratana, hann lofaði í nýafstöðnum kosningabaráttu að lækka, hann ætlaði að nota sleggjuna til að lækka vextina, eins og við þekkjum hér, og hann getur ekki staðið við það því að verðbólgan er að hækka. Eða hún er ekki að lækka eins rætt og hann boðaði og það er mjög sótt að honum þarna. Þetta er bara til þess að benda á að fréttirnar sem eru eru oft sagðar með allt öðrum hætti erlendis. Herðu, yfirmaður BBC, bæði fréttastjórinn sem er eiginlega fréttastjóri yfir öllu klabbinu eins og sagt er og svo útastjórinn myndi hann líklega kallast, þessi Tim Davie, ég held að myndi kallast útastjóri upp á íslensku, sagði af sér. Já, þetta er svolítið merkilegt mál. Stórmerkilegt mál. Ég veit ekki hvort þetta verður notað sem átilla til þess að ráðast bara fullum þunga á þessa hugmynd, almanna útvarpið BBC. Það er nú svona ýmislegt sem bendir til þess að þessi uppgjöf þeirra það er náttúrulega sjálfsög mjög fínt hjá þeim að segja af sér eftir mistök en kjölfærið sem hefur umræðan sem hefur orðið í kjölfærið hún er svolítið blóðug. Trump allir í mál, er það ekki? Milljarð? Jú. En við vorum að velta fyrir okkur einhvern tímann þegar uppkom Ástu Lóu málið hvort fréttastjóri RÚV ætti að segja af sér þá. Það verður óhöndlulega að því staðið.
Já, og það sem þarna, þetta í Panorama sem svo fréttaskýringar þáttur, að þá klift saman ræður og áhorfandi gæti ætla að þetta veri sama ræðan. Já, það alveg klukkutíma á milli. Það 50 mínútur á milli sem hann flyttur ræðuna. Ég var að fylgjast með báðum þessum ræðum. Og ég upplifði ekki þennan stórkostlega mun sem að lá í þessum tveimur ræðum. Það að hann skildi ekki vera alveg jafn ákafur. Hann fordæmdi ekki árásin á þinghúsi í seinni ræðunni. Þá var fólk byrjað að safna saman, það var ekki búið að ráðast inn. En í seinni, í fyrri ræðunni, þá segir hann, fylgið mér, ég ætla að fara með ykkur. Ég bara ljómaði eins og hann ætlaði bara að fara með þeim inn í þinghúsið. Þannig að ég veit ekki að þetta náttúrulega falsa láta eins og þetta ef þú mættir ætla að þetta væri sama ræðan en þessi merkingum að þetta sé sikkur ræðan sem eiginlega flutt á sama augnablik í sögunni ég sé ekki alveg Ég alveg sammála þeirri merkingarlega en mér finnst prinsiplega þetta vera algjörlega ófyrirgefanlegt og þetta kemur mann á óvart. Ég bara ekki sé þetta til þess að meta það hvort það sé augljóst að það sé verið að segja manni að þetta sé sama ræðan. Ég ekki viss það. Nei, en ég botna samt ekkert í þessu. Ég unnið sem útvarpsmaður og við vorum alltaf að klippa í gamla daga þegar ég var þar og svona og aldrei hefði manni dottið í hugutæginu einasta máli hvort sem það var viðkvæmt eða ekki að aðvar ekki hlustendur og áhorfendur ef maður hefði alltaf að skeita saman einhverjum svona bútum. En það var kannski, það var í besta falli sloppy. Já, en ég með frétt úr svona vinstri sinnaðri pressu í Bretlandi sem að segir að þarna sé BBC eiginlega að lenda í því sem að mætti kannski segja að Ríkisútvarpið hefði lent í að alltaf verið að þjóna svolítið hægri út af gagnrýni. Íhaldsflokkurinn hefur verið með sömu gagnrýni á BBC eins og Sjálfstæðisflokkurinn á RÚV og þeir hafi svona sótt yfirmennina frekar til hægri og það var til dæmis, ég hef nú oft sagt frá því að ég hafði ekkert fylgst með BBC lengi fyrir en að koma kosningunum 2017 þegar Corbyn var að leiða í verkamannaflokkinn í fyrsta skipti og ég bara trúði ekki mínum eigin augum. Þar var að tala við Corbyn eins og hann væri fáiði. Þeir hjóluðu í hann. Á meðan að þeir voru bara að sleikja upp alla aðra. Þetta nákvæmlega sér á landi. Þingmenn flokksfólksins og ráðherrar af því að þeir eru svona utanakomandi. Þeir eru teknir allt öðrum öðrum höndum heldur en silki hendurnar sem að fara þetta hefðarvald sem í kringum stofnunum eins og Ríkisútvarpið. Og núna bregðist þeir við gagnrýni frá Trump með því að allir segja af sér. Það hefur verið gagnrýni á svona þeir hafa verið hliðhollir Ísraelsmönnum, það hefur verið gagnrýni á að BBC hafi verið hliðholt þess tekið svona skakkan pól og það þetta frá báðum. Það alls konar skýrslu til einhverjum hægri podcastum að þeir hafi verið tekið of mikið málstað palestínumanna okkur laus, þannig að það verið gagnrýni en þeir ákveða núna þegar kemur gagnrýni frá Trump-hægrinu að þá bara brugðist við. Það er alls góður punktur. Og það er alveg eins og með ríkislögustjóri hefði ekki sagt af sér nema vissi hann hefði ekki stuðning ráðherrans og það sama á við þetta fólk. Það segir ekki af sér nema bara veit að stjórnvöld ætla ekki að styðja. Herðu, þú nefndir það að vera með frétt af því. Trump ætlar að rukka BBC. Já, $1 milljarð, það eru 127 milljarðar íslenskir. Já. Ef þeir beðist ekki afsökunar fyrir föstudaginn. Þeir eru búin að beðast afsökunar. Hann, eitthvað starf heyrði ég nú að hann væri nú samt ennþá íhuga að fara í mál. Hann hefur fengið nefnilega pening frá bæði fjölmiðlum og svona kvikmyndaframleiðendum og hinum og þessum í Bandaríkjunum með þessu svona hótunum að fara í mál og þeir hafa borgað burtu bara til að frið. Ég veit ekki hvort þetta tengist í að Morgunblaðið svolítið eftir RÚV að Stefán Jón Hafstein var í Sprengisandi, hlustuðu á það? Já. Það sem hann að tala svona almennt bara fjölmiðlaumhverfi sem við búum við og tala að þessi óþolandi að hafa Facebook sem einhverjir auðkýfingar stýra og auðvitað ætlum við bara að búa til okkar eigið Facebook sér og Kristján spyr hver ætti að reka það? Já, ef það væri ekki þessi ófriður alltaf í kringu Ríkisútvarpið þá myndi ég alltaf bara Ríkisútvarpið að gera það og Moggi skrifaði leiðara og Stefán reynir að leiðrétta þetta og þið sem eru að horfa á í sjónvarpinu þið sjáu að athugasemd Stefáns hún er ekkert löng en hins vegar svar athugasemd ritstjóra síðan 3 sinnum lengri. Þetta er stórkostlegt. Þetta er oft svona. Herðu, við að fara yfir í aðra fréttir. Það er búið að semja að opna aftur bandaríska ríkið. Það voru 8 demokratar sem að sviku lit stukku yfir línuna og ég hlustaði á Bernie Sanders, hann var alveg sleginn kallinn, hann hefur margt séð áður
og fór með þetta að þarna væri þeir að beygja sig undir kröfur republikana að raunverulega henda 15 miljón manns út úr sjúkratryggingu. Það talið að, segir hann, og kannski má fyrir að fleikja það eitthvað nátt, að 15.000 manns muni degi ári út af þessu. Og þarna náttúrulega verið að semja eitthvað á baku tjöldin. Maður hlustuðu á þessu þingmenn. Þeir tala fyrir inn í sín ráðuneyti, sín kjördæmi og augljóslega að fá eitthvað þar. Nei, ég hef bara lesið fréttirnar þetta og ég vil nú viðurkenna það að ég bara veit að þú kannski getur sagt mér það. Þessir opinberu starfsmenn sem hafa ekki fengið laun í næstu 6 vikur, fá þeir laun þegar þeir mæta, ekki fyrir það sem þeir fá ekki laun fyrir að vera heima. Nei. Og það sem var mest í þrýstingur í lokina því að þetta foodstampskerfið þeirra að aðstoða fólk við að eiga fyrir mat að það högti. Tröpstöðu neitaði að leggja auka peninga inn í það sem þeir höfðu möguleika á að gera. En það inn í þessari lausn núna? Það inn í þessari lausn núna. Já. Þetta ótrúlegt Já. En það sem þetta deila snýrist að demókratar ætluðu að reyna að stoppa þetta vegna að það verið að fjármagna gríðarlega skattalækkanir til hinna ríku með því að skerða sjúkratryggingar til hinna fátæku. Þeir ætla að stoppa það en það gengur ekki upp úr þessu. Það samt ekki alveg ljóst en það langlíklegast að það endi þannig. Það kom önnur frétt frá Bandaríkjunum sem kannski mörgum finnst merkilega að það stóð til að flytja mál þar fyrir Hæstarétti að hnekkja fyrri Hæstaréttardómi sem að heimilaði giftingar samkynhneigðra. En Hæstiréttur ýtti í burtu og við erum alltaf að fylgjast með því hvernig þessi ultra hægri sinnaði meirihluti í Hæstarétti hvernig hann bregst við, hvort hann hlýði Trump í öllum málum. Það svona dæmi mann gerir það ekki. Maskína var með könnun sem var mjög áhugaverð. Ég man ekki eftir að sé svona könnun áður. Hún spyr að því hvernig finnst ykkur formennir hafa staðið sig. Grafið það sem eru formennir. Ég sett inn þarna, þið sjáu það eru hvítar tölur þarna, já, Kristrún Frostadóttir 91%. Þetta er sem sagt fólkið í Samfylkingunni, það er 91% þeirra. Og svo hinum er það bara 2% í Samfylkingunni sem eru, telja hún hafi ekki staðið sig vel. Já. Og þið sjáu að Þorgerður Katrín má vel við með 80% af sínu fólki með og góðan meiri hluta eða 46% á móti 33% af öllum almenningi. Síðan kemur Inga Sæland. Og hún er bara með 24% af öllum almenningi sem finnst hún að staðið sig vel en 47% ekki og það sem er kannski áhugavert er að meðal kjósendaflokks fólksins er hún bara með 53% jákvætt og 22% neikvætt. Þetta hefði engi getað ímyndað sér með Ingu Sæland fyrir árið síðan. Nei. En það sem er náttúrulega mest sláandi að Sigmundur Davíð náttúrulega hann nýtur yngra lítill stuðnings í samfélaginu en er mikil hjá sínu fólki en Guðrún Hafsteinsdóttir hún er ekki að skora meðal almennings og það er bara 31% sjálfstæðismanna sem að segja hún hafi staðið sig vel og 31% segja hún hafi staðið sig illa. Þetta er lakari útkoma heldur á Sigurð Inga sem er þó búin að pakka niður og segja af sér. Guðrún er þarna komin í flokk með Bjarna Ben þegar hann var umdeildastur og fór niður í 13-14% stuðningin. Meðal almennings. Já. En ég held að jafnvel að hann hafi staðið sér betur meðal sjálfstæðismanna sem var alls ekki þannig að meirihluti sjálfstæðismanna voru ánægð með það var aldrei þannig. En mér finnst þetta, ég man ekki eftir að sé svona. Nei, þetta er stórmerkilegt. Nýjan formann eftir. Já, er þetta öflun sem róa svona gegn henni eða er hún að gera eitthvað vitlaust? Ég held að sé bæði, ég held að sé mikil andstaða inn í flokknum við hana. Já, svo má náttúrulega bara ekki gleyma því hvað íhaldskallar hata konur. Þetta er svo búið því. Uninni því ekki. Nei. Þetta er kannski kynja. Rúf er frétt frá Eiríki Bergmann, hann náttúrulega segir það augljóst að stundum við verið að gera grína stjórnmálafræðingur og þeir koma alltaf í svona viðtöl og þeir segja það sem það er algjörlega augljóst eins og staða Guðrún Hafsteinsdóttir er við. Þú getur eiginlega bara spurt hvern sem er að vekja þessar svör. Kannski er þetta þegar bara talað og stutt við þá eða eitthvað, þeir lenda svolítið í þessu
Já, þessi svona klippur. Bara, já, nema hjá okkur, við tölum svo lengi. Ég held að Eiríkur ætla að koma til okkar á morgun. Þá ætla ég að bjóða hann bara på 55 mínútur af alls konar spurningum. Já, þá getur þið fara að sýtala í hvað hann raunverulega finnst. Guðrún var með fund í Grand Hotel, held ég, helgina, þannig að þau fluttu púltið með sér, stóra púltið. Og stefnan skýr, segir hún. Mogginn situr að gæsalappa, ég veit ekki alveg hvað það sé. Eitthvað skilaboð. Þetta er náttúrulega tilvitun, þannig að það í lagi, en ég veit það ekki. Ég veit ekki. Ég held þessi rétt hér, þessi gæsalappar er ekki tilvitun. Ég held það. Maður þarf að kunna að lesa Moggar, það er fullt af skilabóðum. En mér finnst svolítið fyndið að þannig að skulum ganga veginn stolt, stefnan skýr. Hún talar í þessari ræðu að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki frasaflokkur, og sjálfstæðisfólk sé ekki fólk sem tali í frösum. En þannig tel ég á þessu skjáskoti allavega 3. Sem bara svona fyndið. Það var fleiri en þú sem áttu sig á þessu að hún var alltaf að tala að stefnan veri stýr og þetta veri breyting, en það heyrði engin neina hvorki skýrastefnu né breytingu. Ég held að málþófið líka bara í sumar sé enn að býta þau kolvitlaus lína. Þau notu alltaf sömu 80 orðin þau segist ekki verið frasapólitík, þetta voru alltaf sömu 80 orðin sem endur tóku sig dag eftir dag, viku eftir viku í málþófinu. Bjössi, hérna er einn frétt frá Frakklandi fyrir þig. Við sögum frá því að Nicolas Sarkozy hefði verið dæmdur í 5 ára fangelsi, sem náttúrulega að svona háttsettur maður er settur í fangelsi og 5 ára fangelsi og voru með myndir af það sem að konan hans var að fara með honum. Er það komin út? Já, hann er bara komin út. Þetta er 20 daga. Já. Og það er svona, hann má bara fara heim, hann má ekki fara á landi brott, og hann má ekki tala um dómsmálaráðherrann. Það er þessi Gerard Darmanin. Já, en hann hefur orð á því að ef starfsfólkið í fangelsinu hefði ekki verið svona næst, þá væri hann enn verð farinn eftir þessa vist. Já. Eftir þessa 20 daga vist. Andskotin. Hann var að lýsa að það hefur verið erfitt. Ég veit ekki hvort að þið vitið það, en ég gerði satt einu sinni í hegningarhúsinu í 9 daga, af því að ég var dæmdur í sekt sem ég vildi ekki borga. Ég vissi það ekki. Og ég fór og notaði til að skrifa grein. Sastu á skólaverðstögnum í henni? Nei, það var einir á Hverfisgötu og ég man ekki hvort það var byrst í mannlíf eða heimsmynd eða eitthvað, þessi grein. Og hún var eiginlega það hvernig að sitja í og það kom mér óvart hvað þetta er mikið álag. Maður verður, ég held ég að við orðaði eitthvað þannig að maður upplifir, maður fær svona meðvund stóls á því að vera á tindi. Þú veist það sem er búið að klippa því frá öllum áriti og svona. En ef ég má fá aftur fréttina frá Le Monde, af því það er til hliðar, ég hafði hana með. Þar er frétt að Donald Trump hafi náðað fyrirfram 77 manns sem að tóku þátt í tilraunum til þess að neyða fólk sérstaklega í Georgíu sem að voru yfirmenn kosningana að finna einhver atkvæði eða láta eitthvað hverfa og eitthvað svoleiðis. Þannig hann náðar þessu fyrirfram. Það er talað að þetta sé eiginlega sýndargjörningur, svona vinargreiði vegna þess að málin munu ekki verða á vettvangi alríkisins þar sem hann getur náðað, heldur á vegum fylkjana. Herðu, frétt frá Morgunblaðinu, hressilegar verðhækkanir hjá Sín. Já, þetta er nú svolítið, auðvitað er þetta keppinautur að tala og hann kannski síjar eitthvað úr í ljósi þess að þeir eru að keppa við Sín á markaði. En þetta er samt 17% hækkun þarna á einhverjum pökkum á tímum verðbólgu. Og af því að þeir fengu ekki að vera með einkalega, þess að þú til þess að ná í enska boltan þá varst að kaupa fjarskiptin á þeim. Það var Samkeppnisstofnun sagði nei. Já. Og ólöglegt streymi er víst rosalegt mein líka hjá þeim. Og hvað gerir maður þá? Verður maður bara að hækka gjaldið hjá þeim sem eru þó að áskrifendur, eru þó að borga eða er business modelið bara hafa verið gerð svo slæm mistök í viðskiptum að ég hugsa það. Síminn sagði þetta sem að maður gæti náttúrulega tólkað sem svona svektur af því að þeir töpuðu í útboðinu að þeir sögðu bara enski bolti getur aldrei staðið undir þessu verði. Og við vorum byrjað að tapa á honum af því að þetta er bara allt og hátt verðlagt. Ég var áhyggjur af þessu Sín má ekki fara í klærnar á einhverjum örfáum mógulum og hún á ekki að hætta, hún má ekki hætta. Hugsaðu verið fréttstofa Sínar myndir leggist af. Ég held að langmestu líkurnar að það gerist. Já, það er nefnilega. Við þurfum að ræða þessu stöðu. Já. Facebook, ég veit ekki hvað það sem fréttamiðl, Björn Ingi
að hann nú aðstofamaður Byrningi á Viljónum. Hann aðstofamaður Sigmundar Davíðs. Hann var með þessa frétt. Þvert á það sem einhver sagt að trúa mikil aukning á koma hælisleitenda til landsins. Aukningin á milli SEF 24 og 25 80%. Oktölurnar ekki komnar, svona ekki við til kynna þær hljóta að verða eitthvað en þá miklu meira. Sko málega að hann tekur bara 1 mánuð þarna og þið skoðið grafið og ég lagði þetta saman að 2024 í Antiseft voru 1541 en 2025 1156 að 25% lækkun. Og hann að tilkynna 25% lækkun sem 80% lækkun. Og af hverju hann að gera þetta? Af því að þeim alveg sama hvað satt og logið í þessu. Og af því að þetta sótt í upplýsingaspjald sem að Útlendingastofnun sendi frá sig og tók í nokkur atriði. Við sjáum árið 2022, 2023, 2024, 2025 og sjáum hvað þetta fyrir langt niður og ef ég tek bara þessi 2 ár saman, 2024 og 2025 og lækkunin líklega meiri en það nemur og berða saman við 2022, 2023 og þá 61% fækkun umsóknum vernd og við förum í næsta og þá sjáum við að 60% af þeim sem að sækja eru frá Úkraínu sem aldrei þangað yfir, alltaf látið lítið út eins og það sé fólk úr á Miðausturlöndum sem að getur ekki aðlagast íslensku samfélagi og svo við tökum það næsta að þá mjög athyglisvert graf þarna. Sjáum við að Dekkri Súlan 2024, það eru afgreiðslur mála. En allt í einu þá gerist það bara engin mál eru afgreidd. Það munar 78% hvað færri mála afgreidd sem að þýðir það náttúrulega að fólki sem að sækja hæli þá lengur. Ekki vegna þess að svo mikill ágengni í því að koma hingað, heldur vegna þess að Útlendingastofnun ekki afgreiðina mál. Þetta það sem að Píratarnir töluðu gegn. Þetta vegna breytinga á lögum meðal annars. Það bara myndast þessi flöskuháls þannig hjá Útlendingastofnun. Það ekkert gert. Það er svona bara að leika sér að þessu. Þeir að grafa akkurat miklu fleiri fyrir. Akkur geta það akkur það núna? Einmitt. Útlendingastofnun mér ekki að skapi. Það tengt þessum heimi samfélagsins nútíminn. Hann var að tala að... Já, þetta hann Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi vararíkissaksóknari sem nú á mjög fínum biðlunum, því við vorum nú að tala þau svoleiðis á þann. Hann þarna í... Mögulega frambjóðandi Miðflokksins til borgarstjórnar, hefur verið sagt í fréttum? Hann hefur ekki neitað því? Hann hefur ekki neitað því. Þessi maður, hann segir ýmislegt sem að ég hjó eftir í þessu viðtali sem hann átti við brotkast Frosta Logasonar en hann byrja nú á að tala í klippu í þessari frétt nútímans, þá hann að tala atvikið þar sem að Mohamed Korani, flóttamaður frá Sýrlandi þegar hann hafði í hótunum við hann og þið munið eftir því að hann talaði um ofsóknir að hann hefði verið svo voðalega hræddur það svona kveður við nýjan tón í þessu viðtali því að hann talar þetta einangraða atvik þegar að hann sér hann í einhverjum dyrum og öskrar á hann I will kill you eða ég skal drepa þig en segir þarna sko svona hrókin og hlær og þú veist hann var nú eiginlega vonað að hann myndi ráðast á hann svo hann geti lúskrað á honum látið hann finna fyrir það hann ætlaði bara að berja hann sagðan og þarna erum við að tala hann sem var ríkissaksóknari hann var að vinna í mjög viðkvæmum málaflokki. Þetta maður, flóttamaður í mjög viðkvæmri stöðu frá Sýrlandi sem með klínískan geðrænan vanda og svona talar hann hann. Og þessi maður var... Það alltaf náttúrulega ógnaði þótt að maðurinn sem með klínískan vanda... Mér alveg sama, maður talar ekki svona... Já, þú veist, bara, sko, maður talar ekki svona fólk. Sérstaklega ekki þegar maður í þessari stöðu eða hefur gengt þessari stöðu. Það bara algjört bull. En það var hann látið fara. En hann var látið fara eftir að meðal Solaris kærði hann fyrir ummæli hælisleitendur. Hann talar með svona mjög... Ég ætla bara að segja bara svona viðbjóðslega rasískum hætti múslima og ég hjó eftir því að hann talar þarna aðeins mig meðal annars í þessu viðtali. Ég eftir að hlusta á það allt, ég komið með það í hendurnar en ég búin að hlusta á þessa klippu og hann talar hann hafi áræðilegar upplýsingar fyrir því að fjölskyldusameiningarnar, það sem að ég ásamt fleiri konum og sjálfboðaliðum fórum til Egyptalands og hjálpuðum fólki að komast út af Gaza sem hafði sannarlega rétt á því að vera á Íslandi hafi byggst á því segir hann að landamæravörðum í Egyptalandi hafi verið mútað til að koma fólki frá Gaza yfir landamærin. Þetta fólk kom svo hingað til lands í gegnum samning sem íslensk stjórnvöld höfðu fallist á og ég meina sá samningur bara fjölskyldusameining.
hann segir að þarna á meðal hafi verið einstaklingar sem ísraelskar öryggistofnanir hafi varað sérstaklega við. Ísraelska leyniþjónustan hafi fengið listan með þessu sammeiningafólki og varað við 10-15 manns í hópnum. Þá var gefið skinn að þeir tengdust hryðjuverkasamtökum með öðrum öfgahópum. Þannig er maðurinn með beinum orðum að segja að ég hafi farið upp á landamærum, múta þar vörðum og sem þú gerir ekki? Til þess að, nei, hvað með góður. Sá hann ekki? Hann einmitt, og nei, þetta er sko stórkostlega beila. En það skal, við skulum líka bara átt okkur af því að þegar að ég er kærð fyrir þennan samagjörði, ég og Sema Erla, við erum kærðar og svo Solaris, erum kærð fyrir að mútur og erlendri grundu og þar fram til götunum, þá er Helgi Magnús þarna ennþá í ykkur limbói innan embættisins. Hann átti ekki að neina aðkomu að lögum, en það er augljóst að hann hefur beitt sínum áhrifum þarna því að þetta er nákvæmlega sá rökstuðningur sem að lögreglan fékk í kærinu og lögreglan færi aftur í hausinn til þess að sinna rannsókninni á ný. Og þar við situr. Hvað er þetta því máli? Er þið ennþá til rannsóknar? Já, 20 mánuðir. Og ég meina við höfum alltaf verið bara mjög heiðarlegir með það sem við gerðum. Við greiddum einfaldlega svona lúxusferðaskrifstofu sem að syndi ferðum að þannig á milli fyrir svona ríkt fólk. Þess vegna var þetta viðbjóðslega dýrt. Þú ert ánægð með að Helgi er ekki lengur í starfi? Já, mikið er ég hamingjusum að hann er ekki lengi í starfi. Og ætlar að kjósa hann ef hann býður sig fram í borginni? Nei, ég ætla að skeila mér á seðlinum hans. Það er í Brasilíu, þar er COP30 eða 33 eða 30. Þetta er Lula sem er forseti Brasilíu. Hann er að benda á að það sé snjallara að eyða 1,3 trilljónum bandaríkjadollara í að bara afgreiða loftslagsmálin heldur en að verja 2 trilljónum bandaríkjadollara í öll þessi stríð. Og þetta er bara eðlilegt að þetta sé sagt helst 2 á dag. Já. Þetta er náttúrulega, við lifum í algjörlega klikkuðum heimi. Já. Hérna er vinstripressan í Bandaríkjunum, Jakobín heitir hún. Þarna er verið að fjalla, þetta er fréttaskýring Mamdani og hvernig ætlar að vinna út úr sigri sínum. Hann er þarna að tala mjög hlýlega til Bernie Sanders sem að hann segist það að eiginlega gefi sér svona tónin sem að hann byggði kosningabaráttuna á. Þetta kom nú fram í Sonum Egils þar sem við vorum að ræða Mamdani sigurinn og hvað afleiðingar hefðu fyrir vinstrið. Þetta byggir náttúrulega á kosningabaráttu Bernie Sanders og má síðan þaðan rekja aftur í Occupy Wall Street og fleira það sem hefur verið að móti þetta. Og hann er líka að leita ráða því Bernie Sanders var náttúrulega bæjarstjóri eða borgarstjóri á sínu tíma. Og er margrindumæður, hann er að leita ráða hjá honum svona hvernig hann á að hegða sig þegar hann tekur yfir í borginni og meðal annars var hann að ráða bara í dag, ég verið með frétta því líka, hann var að ráða 2 og það er unga konan hann til hægri á myndinni. Þetta er kosningastjórinn hans sem hefur unnið með honum í fylkisþinginu en hinn maðurinn hann Dean Foley, hann er margreyndur innanbúðamaður úr ráðhúsinu og á að hafa mikla reynslu. Ég ætla að skjóta inn frétt frá Þýskalandi að ég man ekki hvort við vorum að tala Söru Wegenknecht því að það var að breyta nafninu á flokknum. Hann hefur heitað bandalag Söru Wegenknecht. Það var að breyta því en reyna að halda skammstöfuninni og það var svona vangaveltur það hvort að hún myndi segja af sér. En það gerðist þetta bara núna áðan í dag. Þannig að hún sagði af sér og ég er með kort sem að sýnir þetta er frá því að flokkurinn er stofnaður. Dekkri línan er bandalag Söru Wegenknecht og hann fór með náði mjög góðum árangri í aðdraganda síðustu kosninga. Það voru eiginlega kosningabaráttu allt síðasta ár, svo kosið í upphafi þessa árs og það leit út fyrir að bandalag hennar myndi meðal annars stuðla því að þetta er linke eða vinstriflokkurinn myndi þurrkast út en það gerðist bara skömmu fyrir kosningar að eru algjör sviptingar á milli og síðan hefur flokkurinn hennar ekkert náð sér neitt sérstaklega streki í skoðanakönnunum og mér finnst nú líklegt að ef hún er hætt sem formaður og er á leiðinu út úr flokknum að þá kannski heyrir þessi flokkur í að fylg bara sögunni til. Er frétt frá kosningabaráttunni í Kaupmannahöfn. Það hefði ekki verið í Kaupmannahöfn þegar eru kosningar. Það voru þessi skilti hreint og beint út allt og þeim eru úthlutað. Þannig að ég tók þetta nú bara grín
Þetta er sérst verið að slást pláss á tilteknum brúm og... Mér langar svo danska pulsu. Já, ég var alveg til í að fara í jólaferð til Kaupmannahafnar, ég veit ekki það. Viljið þið segja fleiri fréttir? Þetta fenn að verða ágætt. Ef að reyna að enda á einhverju skemmtilegu. Einhverju léttu? Ef að enda á einni sem að hérna... Við erum með 2 svona fréttir til að enda. Það er annars vegar Samherji sem að... Tökum hana bara. Að hérna HSI er búið að vera í miklu viðskiptum við Rapid og það var svona frekar umdeilt en þeir voru semst að HSI var að finna sér nýja styrktaraðila hver er verri? Þeir ákveða að hafa það ekkert umdeilt þannig að þeir bara völdu Samherja sem voru helsti styrktaraðili HSI er það ekki bara góðu brandari? Þetta er svona, you can't make this shit up. Herru, stættir þá fréttinnar María og Björn, kæra þakkir, Laufey fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég fyrir því sem eru að horfa á YouTube eða á Facebook. Þið verðið að finna nýtt streymi fyrir Rauðaborðsþátt kvöldsins sem er hérna framundan en ef þið eru að horfa í sjónvarpinu eða hlustu útvarpinu þá þurfum engar að hafa. Rauðaborð er hér rétt handað á hornið.